Nú ertu búin að stela tvisvar. Heyrðu, í hvað er ég komin? Góðir áhorfendur, það komið alvöru íkon í stólinn í Burning Questions. Birgitta Haugdal mætt. Takk hérlega fyrir komuna. Gaman að koma. Ertu ekki til í þetta? Ég til í þetta. Ertu eitthvað stressuð? Nei, ég alltaf í einhverju vitleysu maður. Þetta bara, enn einn. Elskar. Hvort ertu fakta eða sprætmanneskja? Bara svipa, kannski meira spræt. Já, þá færst þú bara sprætið. Fyrir ég spræti. Ef þú mættir velja eina manneski í heiminum til þess að vinna með tónlist, hver væri fyrir valinu? Vá, þetta mjög góð spurning. Mjög góð. Ég bara veit ekki hvernig ég get svarað henni. Eitthvað svona íkon? Sko, ég hefði viljað vera á sviði með Jackson. Já, ógeðslega leiðilegt náttúrulega umræðan og allt það mál sko, en svona fyrir það hefði það verið geðveikt svart sko. Hvað er það skrítnasta sem þú hefur gert, Birgitta, til að eignast pening? Það er góð saga. Það kom hellingur upp. Jó, eina góða. Okay. Og ég stal ávísunaheftinu hjá mömmu þegar ég var lítil. Bauð vinkonunum í sjoppuna, skrifaði bara ávísun og borgaði. Vel gert. Já, þannig að ég var að búa til pening, er það ekki? Ég var að búa til pening. Þetta er bara business. En sjoppukonan, má segja það, ég veit það ekki. Já. Sjoppufræðingurinn, hún skellti sér í símann og hringdi í mömmu. Hún hringdi í mömmu og ég var sótt. Herru, hvaða kvikmyndatitill lýsir ástarlífinu þínu best? Það er eitthvað juicy. Nei, ég held ég bara verið að segja grís. Af hverju grís? Af hverju grís? Af því ég kynntist manninn mínum í grís. Þannig að það ekki bara, það ekki svona obvious? Jú, bara krúttlegt, rómantískt. Já, bara krúttlegt. Já, ekki að þetta. Herru, hvað er það heimskulegasta sem þú hefur gert? Þessi er svolítið erfið, sko. Sko, ávísunarheftið hjá mömmu, klárlega. Ég man eitt frá því að ég var barn. Ó, hræðilegt að segja það samt. Elskar. Það er alveg hræðilegt. Elskar, ég ætla að segja. Þú ert byrjuð, sko. Guð. Ég stal aftur, nú lít ég bara út fyrir þjófur, sko. Ég stal glerugum af stelpu. Mér langaði svo í gleraugun hennar. Og ég stal þeim af henni og hún sá bara ekki neitt í nokkra daga því ég hafði stolið gleraugunum hennar. Hvað er von? Ég veit það, þetta er ekki hræðilegt. Og ég er bara að segja þjófinu frá þessu. Og þetta raða þessu tónlistafólki. Frá þeim besta, eða bestu yfir í verstu. Ok. Þú ert með Jón Jónsson. Já. Þú ert með Jónsa í svörtum fötum. Ok. Þú ert með Bríet, Selmu Björns og Herra Hnetusmjör. Vá maður. Þetta eru 5 manns, sko. Selma, Bríet, Jónsi og Herra Hnetusmjör. Svo er þetta allt svo ólíkt tónlistafólk. Ég veit það, það er svolítið skemmtilegt treyð. Þetta þarf að svara þessu samt, sko. Er ég leiðilegur með það? Mjög. Já. En þetta er, ok, þetta er náttúrulega bara sett í röð, ég get besta tónlistafólki. Nefnilega. Ég get þetta ekki. Nei. Ég ætla að fá mér sprætt. Nú, gott. Ég ætla að setja konurnar mínar efstar samt. Gott. Selmu og Bríet. Já, hvor er? Bríet geggjuð, upprennandi, flott í dag, ég fíla henni tætlur. Og spyrir hann á bjöf, þannig að bara setja hana efsta. Hún fær bara efst? Hún fær bara efst. Gott. Selma er aftur þetta mesti talentin, ekkert endilega tónlistarlega, ég heldur bara allt múlík manneskja, sko. Það heilt yfir? Já, þannig að þú veist, þannig að kannski á hann ekki eins heima þarna og hinnir, ég veit það ekki. Já. En hún er algjör snillingur á svo mörgu sviðum. Hvað erum við með? Við erum með Jónsa, sem er frábær. Og Jón og Jón. Jón og Jónsa. Og Hnetusmjör. Þetta er hræðilegt. Bara, þetta finnst mér rosa sárt. Þú leiði bara, ég er ógeðslega fyndið. Mér finnst þetta geggjað. Sko, Jónsi var með mér í grís. En Jón Jónsson aftur með mér í desember á jólabó. Nákvæmlega. Í Hörpunni. Hefur ekki unnið ennþá með Herra Hnetusmjör? Ég hef aldrei unnið með Herra Hnetusmjör, sko. Það verður bara geðveikt til í það. Var ég ekki geðveikur rappari? Ég veit það gott maður. Þú væri til í að vinna með Herra Hnetusmjör? Já, þú veist. Það er ekki að negli eitthvað lag við það. Ég veit að það er svalt. Það er svalt. Já. Þannig að ég ætla bara að hafa það alla hérna í hrúi saman. Já, ok, við ætlum bara að gera það svona. Ok, flott. Herru, raðið þessum lögum frá bestu yfir í verstu lögin. Já.
þú vilt með aftur. Stórir hringir, eldri mér og fingur. Vá. Þú ert með 3 svona legendary lög, eitt svona nýtt. Ok. Eldur í mér á alltaf eitthvað í mér. Það er eitthvað svona sérstætt við eldur í mér. Ég ætla að hafa það efst. Síðan kemur þú vilt með aftur af því ég er bara búin að flytja það sjaldnar en hinn. Þú veist þannig að það er svona ferskara, nei, ég er ekki alveg en ótrúlega satt, það er ekki komið ógeð hinum sko. Fingur er svolítið skemmtilegt samstarf og á sér svolítið skemmtilega sögu. Okkur var til dæmis bannað að spila það í skóla þegar það kom út. Það var alveg svakalega vinsælt lag. Og Viggi var tónlistakennari í barnaskóla og skólinn ætlaði að fá hljómsveitina hans Vigga til þess að koma á sal og skemmta börnunum og nema hvað við máttum bara ekki taka fingur. Það var því að þau vildi ekki svona klámvísu. Þannig ég ætlaði að segja næst fingur sem er ekki klámvísa, bara Bara til að koma í 100% á Já, nákvæmlega. Og þá ertu með, Og þá er stórir hringir. Raða þessum meðlumum Írafár. Frá þeim skemmtilegast yfir þann leiðilegasta. Frábært, æðislegt. Vigni Snæja sjálfsögðu, við höfum Andra Guðmundsson, Jóhann Backmann og Sigurður Rúnar. Ég elska Vigga náttúrulega meira en allt, þú veist. Nei, ekki meira en allt, ekki meira en börnin mín og manni minn, en rosa mikið. Já, bara svona mæst. Já, við erum rosa góði vinnir og þykir voða vænt hann og mér finnst hann ógeðslega skemmtilegur og ég ætla að setja hann í fyrsta sæti. Ég ætla að setja Hanna í síðasta sæti vegna þess að hann er ekki búinn að vera í Írafár. Hann hætti í Írafár og Addi kom. Þannig að ég hitti hann minnst í dag og þekki hann minnst í dag. Þekkti hann einu sinni rosa vel. Það er ekki leikur. Og Siggi og Andri. Ég get ekki, þú veist, þeir verða svo sárir sko. Ég er bara... Það var jafnað. Já, ég ætla að, þú veist, ég nenni ekki að... Þeir fá bara að grenja sko. Ok, gott. Heyrðu, þá er komið að hraðaspurningum eða spurningum frá áhorfendum. Ætlarðu einhvern tímann að taka þátt aftur í Eurovision? Veit það ekki. Ertu rík? Mér finnst það. Hvað hefur átt marga kærasta? Ekkert mjög marga. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera utan tónlistar? Vera með börnunum mínum og fjölskyldu og fara á skíði og fara göngur og svo margt. Ég get ekki svarað ykkur einu. Hvað finnst þér Birgittu-dúkkuna? Það finnst mér ekki, manna. Hefurðu notað eiturlyf? Nei. Hvað ertu gömul? Fertug. Uppáhaldsmatur? Sushi. Versta lag sem þú hefur samið? Versta lag sem ég hef samið? Ég þarf að hugsa þetta. Það er ábyggilega bara ofan í skúffu heima, það hefur ekki komist út. Já. Hvernig ætlarðu Íra að fara að halda næsta ball? Já, ég veit það ekki. Vonandi einhvern tíma. Hvað værirðu að gera ef þú værir ekki að gera það sem þú ert að gera í dag? Ég er að gera svo mikið. Ég er að gera alls konar í dag, þannig að mér finnst ótrúlega erfitt að, ég er að syngja, ég er að búa til tónlist, ég er að skrifa bækur, ég er að kenna tónlist. Ég var ekki að gera eitthvað að þessu. Einu sem datt mér í huga að fara í sálfræði, læra sálfræði. Og einhvern tímann tók ég markaðskúrs. Já, ég veit það ekki. Ég veist að bara... Markaðsfræðingur og sálfræði? Já, bara er ekki markaðsfræði, það er ekki sálfræðing í markaðsfræði. Nákvæmlega? Eitthvað. Eitthvað svona. Birgitta Haugdal, þetta voru Burning Questions. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.